Þetta náttúrulega einhvers konar marxísk hugsun að það megi að skipta samfélagi mannana bara alltaf í tvo hópa, það annars vegar hinnir kúuðu og hins vegar kúarar og þú sérð samfélagi alltaf með þessum glerugum, þá ertu náttúrulega bara einhvers konar marxisti, að segja það. En þetta eru líka marxíst fræði og þú verður að vera marxist til að fylgja þessum fræðum og það er þessi fræði sem taka yfir samtökin og gera í raun og veru hommana sem byggðu upp samtökin að einhvers konar kúurum þeir eru bara hvítir miðaldra sískynja og svo var sagt líka að þeir varu efnaðir þá ertu komin með allt í hennu sko, þá sem að byggðu upp samtök og í getum blóðsvita og tár eru þeir orðnir einhvers konar óvinnur þeir eru óvinnurinn og þeir eru óvinnurinn og þeir svo fáðu að taka sko, þeir eru óvinnurinn og þá setja það til hliðar og taka einn hópa sem þurfa hjálp og það eru fólk af öðrum kynþáttum, annan húðlit, fatlað fólk og þetta fólkið sem þau segjast vera þá að sinna og þau með mikið mun að allt þetta fólk sé mjög mikið jaðarsett og í mjög viðkvæmri stöðu og þurfi mikla hjálp og þau ætla að hjálpa þessu fólki og það er í þessum slag í kringum BDSM rifrildið að þá í raun og veru verður svona algjör yfirtaka það ekki, það er smalað og það er og þá kemur meira svona þessi kynjafræði nálgun og festi sig í sessi með þeirri kostningu eða hvað, skilja það rétt? Já, algjörlega. Þau bara unnu þær kostningar og tóku yfir félagið og var ekki smalað bara einhverjum 309 nöfnum eða eitthvað sem hvernig var þetta? Jú, ég vildi ekkert fjalla það í bókina því að sko, maður að passa sig, maður getur sagt eitt í svona viðtali, annað í blaðagrein en svo annað í bókum og að það kom fréttamaður á þennan fund og hann sagði er þetta ársfundur unglega vinstri grænna og það var svo mikið af fólki þaðan sem var bara streit sko. En þetta getur maður ekki sagt í bók, það var bara eins og maður væri þá svona sár tapari sko. Og það var fólk sem skráði sig í félagi og tók þátt í kosningu. Já, það er hægt í öllum félagum en maður har aldrei búist við því í samtökunum og þetta svolítið ósögð saga í raun og veru að samtökin 78 eru í raun og verulega sko, yfirtekin með sko, hostile takeover og þessi fallegu samtök sem óhætt að segja að hafi sko, unnið bara kraftaverk fyrir homma og lesbíur á Íslandi að þeim snúið einhvern veginn í andhverfu sig. Og samtökin átti svo mikið goodwill inni og öll fyrirtæki og stofnanir lag og peninga og allt í þetta og þau höfðu svo mikið trúverðuleika að ef að þessi kenning hefði ekki náð samtökunum þá hefði hún aldrei komist á flug í samfélaginu en hún komst á flug í samfélaginu með því að ná samtökunum yfir og nýta allt þetta goodwill og Svo núna ef þú googlar sko samtökin 78 samstarf þá færðu sko endalaust af linkum það sem samtökin 78 er að handsala og undirskrifa samstarfið bara öll bæjarfélög landsins öll stærstu fyrirtæki landsins og það er einhvern veginn þannig búið að sko smeygja sér inn í allar stofnanir og fyrirtæki og bara og með þessari hugmyndafræði, þessari marxísku hugmyndafræði. Já, og líka eitt, sko, samtökin ekki lengur vettvangur fyrir fólk til að hittast. Samtökin orðin sko fræðslustofnun og hjálparstofnun. Það er mjög opinberandi kaflinn þegar að sko, samtökin flytja í núverandi húsnæði. Á 4 árum tókst aðgerðasinnum að brjóta niður allt félags- og menningarstarf selja eignina og kaupa í staðinn miklu minni jarðhæð í gömlu húsi á Suðurgötu 3 þar sem vinstri sinnaður femínískur stjórnmálaflokkur hafði haft aðsetur. Húsið reyndist stórgallað og aðsetur félagsins var lokað félagsmönnum í meira en ár.
Þegar samtökin opnuðu loksins á nýja staðnum árið 2014 var þar ekki félagsheimili og samkomustæður, heldur kennslustofa á ráðgjafastöð. Þar sáust engin merki gay fólk, gay líf eða gay sögu, en samtökin þóttust sem fyrr vera félag og málsvari og homma og lesbía og sildu þannig undir fölsku flaggi. Munurinn var svo mikill að sagt var að gömlu samtökin 78 hefðu týnst í flutningunum og félagið í húsinu við Suðurgötu var í daglegu tali kallað nýju samtökin. Já, og þannig þetta hérna í dag.